Sámur 42. Þegar við lesum sálmana skulum við lesa af öllu hjarta, lesa með skilningi, lesa íhugandi hvert orð, hverja setningu, hvert vers og þið muni sjá hvernig Guð gleðst, með okkur, blessar okkur og heyrir bæn okkar, heyrir ákall okkar. Og það segir: eins og hindin þráir vatnslindirnar. Þið viti hvað hind ekki satt? Hreindýr, dádýr já, dádýr, hreindýr. Eins og hindin þráir vatnslindirnar. Ég sé það fyrir mér, hind sem þráir vatnið, leitar á vatni til að drekka. Og þar segir: svo þráir sál mín þig, ó Guð, hver? Sál mín þráir þig líka, ó Guð. Eins og þetta dádýr. Ég ímynda mér sumarið, þegar vatnið af skornum skammti og það fer og kallar, leitar að stað þar sem það getur svalað sér. Við þurfum líka hressingu. Margir ykkar eru komnir í dag vegna þess að þið þurfi hressingu fyrir sál ykkar, fyrir anda ykkar. Þið þurfi huggun Guðs, blessun Guðs og þið muni finna hana, þið hafi fundið hana. Í versu 2 segir: sál mín þráir Guð, hinn lifandi Guð. Og hér kemur spurningarorð: hvenær mun ég koma og birtast frammi fyrir Guði, hvenær verður það? Hvenær munum við birtast frammi fyrir Guði? Samkvæmt því sem við höfum skilið, í hvert sinn sem við byggjum, erum við að birtast frammi fyrir Drottni. Og hjarta okkar þarf að vera, hvernig? Hreint, ekki satt. Hreint og tært. Hreint hjarta, svo að þegar við birtumst frammi fyrir Drottni, sé hann þar með okkur, heyri okkur. Gefi okkur svar og veiti óskir hjarta okkar. Lesi vers 4. Allt þetta var sagt við Drottinn Jesú Krist þegar hann var á jörðinni og prédikaði fagnaðarerindið. Og þegar hann var á krossinum, þegar hann bar krossin, segir að þeir öskruðu á hann. Gagnrýndu hann og sögðu. Og þegar hann var á krossinum sögðu þeir við hann: segirðu ekki að þú sért spámaður? Segirðu ekki að þú sért sonur Guðs? Og ef þú ert spámaður, hvers vegna stígurðu þá ekki niður af krossinum? Hvers vegna spáirðu ekki fyrir sjálfan þig, þannig töluðu þeir. Þetta er það sem hér stendur: tár mín yrðu fæða mín dag og nótt, orð Drottins Jesú Krists. Af því menn segja við mig allan daginn: hvar er Guð þinn? Og í versi 5 segir hann síðan: það vil ég hugsa og úthella sál minni, sem í mér hversu ég gekk fram í mannþrönginni, leiddi þá til Guðs hús með fagnaðarópi og lofsöng, með hátíðaglaumi. Þetta gerði Drottinn Jesús Kristur. Hann gekk með mannfjölda, gerði kraftaverk, undur og tá, kenndi kenninguna, kenndi ríki himnanna. Og hann segir: hversu ég gekk fram í mannþrönginni, leiddi þá til Guðs hús með fagnaðarópi og lofsöng, með hátíðaglaumi. Í versi 6 höfum við aðra spurningu. Lesi hana sjálf, eins og hún sett fram sem spurning. Hann að spyrja: hvern? Sálina, veru sína, andan, sjálfan sig, þann sem talar í þessum sálmi, Drottinn Jesú Krist. En hið sama gerist einnig hjá okkur í dag. Við erum ofsótt af óvinninum og verðum líka að segja Guði þessu orð. Drottinn, fólk hæðir okkur. Fjölskyldur okkar, ættingjar okkar gagnrýna okkur og hafna okkur. Þannig sjáu þið að það sem Drottinn lifði og það sem kom fyrir hann, það gerist einnig hjá okkur í dag. En eins og hann talaði einnig með þeirri von og bjartsýni að sjá að Faðirinn var þar til að hjálpa honum. Þannig höfum við í dag líka huggunina að Drottinn hjálpar okkur að halda áfram. Lesi vers 6. Þar segir þetta: hví ertu beið, sál mín, og ólgar í mér, af hverju hefurðu áhyggjur? Af hverju ert þú angistafull? Af hverju þjáist þú? Af hverju ert þú svona niðurdregin, sál mín? Af hverju ert þú óróleg? Það er lausn. Lausnin er þessi: bíð, treystu Guði. Því enn mun ég lofa hann. Þannig er Guð okkar við hlið okkar. Guð er hér með okkur, eins og hann var fyrir 1000 ára með þeim biblíupersonum sem þóknuðust Guði. Þeir þjáðust og lifðu það sem við í dag höfum einnig þjáðst og munum ef til vill lifa. En mikilleiki Guðs okkar skyggir á og fer langt fram úr allri þjáningu og öllum sásauka, því Guð gefur okkur hamingju og frið. Hann gefur okkur ró og öryggi. Í versi 12 segir: en mig hefur þú haldið uppi í ráðvendni minni og látið mig standa frammi fyrir þér að eilífu. Takið eftir að það segir að vegna ráðvendni hjartans, vegna heilinda manneskjunnar, hafi Guð ætíð haldið henni uppi.
Þetta er von okkar. Lesi vers 13, lofaðu sé Drottin, Guð Ísraels, frá eilíf til eilífar, dýrð og heiður sé Guði okkar. Þannig eigum við að lesa sálmana. Af yfirvegun með íhugun, greinand hvert orð, svo að við sjálf getum notið ávinningsins í anda okkar og Guð sé þar með okkur, hlusti á okkur, sjái okkur og heyri okkur. Og hann mun svara öllu því sem við biðjum hann því Guð er með okkur. Bæn hins réttláta, segir Drottin, hefur mikinn mátt. Þess vegna skulum við vera hugrökk og elska og tilbiðja Guð okkar. Jæja, við skulum biðja og jafnframt kveðja. Lofaður Guð, almáttugur, skapari himins og jarðar. Himneski Faðir okkar, þú sem skapaðir okkur með hendi þinni, með voldugri hendi þinni mótaðir þú okkur, þú settir okkur, Drottin, á þessa jörð og þú hefur séð okkur fyrir öllu og gefið okkur allt sem við þurfum til að lifa. Alla þá þætti sem nauðsynlegir eru til að lifa og vera til. Þú sérð okkur fyrir fæðu, Drottin minn, þú sérð okkur fyrir efnislegri fæðu og einnig andlegri. En við biðjum þig, Drottin minn, að þú gefur okkur í ríkum mæli, að þú yfirflæðir okkur andlega, að þú veitir okkur þessa andlegu gnægð, þennan vöxt, þessa framfarir, þessa velgengni. Að þú gefur okkur skilning, að þú gefur okkur visku, hyggindi, að þú gefur okkur skynsamlega hugsun, svo við getum, Drottin, hugsað, skilið og greint vegi þína þegar við lesum Biblíuna, að við getum veitt rétta túlkun, og þú munt kenna okkur, þú munt leiða okkur, Drottin. Leiða okkur með krafti þínum, með kærleika þínum, með miskunn þinni. Og eins og Biblían segir, munt þú leiða okkur jafnvel handan dauðans. Þökkum þér, Drottin, því þú kennir okkur að við eigum að hafa ró og frið, því þessa ró og þennan frið munt þú einnig gefa okkur. Þú hefur gefið okkur hamingju, þú hefur gefið okkur frið, gleði, huggun, vonina að halda áfram og finna dag eftir dag blessanir þínar, kærleika þinn og miskunn þína. Fyrirheit þín eru trú og sönn, miskunn þín varir að eilífu og kærleikur þinn er eilífur. Þess vegna, Drottin, þurfum við á þér að halda, við þráum kærleika þinn, við þráum miskunn þína, fyrirgefningu þína og þolinmæði þína. Við viljum, Drottin, að þú réttir út voldugu hönd þína í dag. Réttu út voldugu hönd þína yfir höfu hvers og eins sem er hér í kvöld og jafnvel yfir þá sem gátu ekki komið. Legðu voldugu hönd þína, Drottin, yfir okkur öll og veittu okkur blessun þína. Veittu okkur lækningu þína, frelsun þína. Veittu okkur, Drottin, fyllingu heilags anda. Veittu okkur, Drottin, allt það sem við þurfum til að lifa rétt á vegum þínum, til að ganga í heilarleika, því við eigum að vera heilug, þar sem þú ert heilagur. Hjálpaðu okkur, Drottin, að halda áfram. Gefðu öllum gleði og fögnuð. Fjarlæðu sorg, fjarlæðu beiskju, fjarlæðu þunglindi. Fjarlæðu galdra, seið, illa anda og bölvanir frá mörgum. Fjarlæðu allt þetta og eyðilegg alla þessa illu verk. Frelsa, lækna, hreinsa. Gefðu gleði í hjörtu allra, Drottin minn. Lækningu, Drottin, einnig sálræna lækningu. Frelsa og hreinsa, Faðir, og sendu kraft heilags anda. Sendu, Drottin, andlegar gjafir og láttu okkur öll, Drottin, snúa hjörtum okkar til þín, að hjörtu okkar verði umbreytt og helgu þér. Drottin, verð þú að leysa vandamál og erfiðleika, fjarlægja sorgir og beiskju, fjarlægja líkamlega og efnislega fátækt. Fjarlægja andlega fátækt. Drottin, gefðu gnægð. Yfirflæddu öll systkinin, yfirflæddu hjörtun. Sjáðu fyrir allri efnislegri blessun. Gefðu gleði, gefðu fögnuð, gefðu öllum frið, Drottin minn. Lát anda þinn birtast í hjarta hvers og eins, í lífi hvers og eins. Hreinsa og frelsa. Þökkum þér, Drottin. Í hinu dýrlega nafni Jesú. Blessanir og blessanirnar eru miklar, sigurinn er mikill, sigursældin er mikil. Brátt mun einnig koma gnægð fjármuna til margra, því ég mun gefa mörgum fé. Ég mun gefa þeim blessun svo þeir geti notið margra hluta sem þeir hafa ekki náð að njóta eða eignast í lífinu. Og ég mun láta ykkur dafna og ég mun sjá ykkur fyrir fé. Það er efnislega blessun, en ég er einnig að veita lækningar og frelsun. Ég er að fjarlægja beiskju og sorgir, ég er að fjarlægja þunglindi. Haldið áfram, standið stöðu. Lofi nafn mitt, lesi Biblíuna og leitið af öllu hjarta, því ég er með ykkur öllum. Haldið áfram, fylgi kærleikanum, fylgi friðinum. Leitið hins fullkoma, því þar eru blessanir.
Sorgin mun flýja brátt, sársaukinn mun hörfa og efnahagsleg velgengni og andleg velgengni eru að koma. Mikla blessanir, efnislegar og andlegar. Því kemur til margra. Blessun og velgengni mun ég veita. Treystið og haldið áfram. Gleðjið hjörtu ykkar og lesið og leitið af öllu hjartavegum mínum og þessum meitt. Ég mun vera með hverjum og einum, ég mun hjálpa og lækna, hreinsa og frelsa, fjarlægja álög, fjarlægja galdra, fjarlægja krafta og illa anda frá mörgum. Mikla frelsun ég að veita. Blessun fyrir alla. Þakka þér, Drottinn. Þakka þér fyrir að rétta andlegt líf, fyrir að sjá fyrir hinu efnislega. Þakka þér, heilagi Faðir. Þakka þér, himneski Faðir. Nauðsynlegt að þú haldir áfram, nauðsynlegt að þú haldir áfram að tala og að boða, því blessanir eru að koma. Kvöl verður fjarlægð frá mörgum, margir eru kvaldir og munu verða frelsaðir. Þakka þér, Drottinn. Þakka þér, Drottinn. Þakka þér, heilagi Faðir. Þakka þér, eilífi Guð. Í hinu dýrlega nafni Krists Jesú. Dýrð sé Drottni. Dýrð sé Guði. Dýrð sé Guði. Þökk sé Drottni. Þökk sé himneska Föðurnum. Í nafni Krists Jesú.